Þeir áttu að ganga á land þegar herskipin hefðu þaggað niður í varnarvirkjum Tyrkja á ströndum Hellusund. Hernaðaraðgerðir bandamanna við Hellusund hófust 19. febrúar 1915 og fyrstu viðbrögð annarra þjóða virtu skjótast boðum undir bjartsýnisspál Churchills. Rússar kváðust þegar í stað reiðubúnir að ráðast á Konstantínópel og Ítalir lýstu áhuga á að ganga til liðs við ríkin í þríveldabandalaginu, Breta, Frakka og Rússa. Ekki leiði hins vegar á löngu uns flestum var ljóst að mat Churchills hafði byggst á óskhyggju en lítilli þekkingu og flest fór úrskeiðis hjá bandamanna. Tyrknesku virkin voru að sönnu komin til ára sinna, sum þeirra voru allt frá krossfaratímanum, sum nokkur alda gömul en reyndust mun traustari og öflugri en Bretar reiknuðu með. En verra var þó að Tyrkir höfðu girt sundið Tundurduflum og það kom bæði Churchill og stjórnendum herskipanna í opna skjöldu. Hinn 18. mars 1915 hugðust þeir brjóta sér leið norður sundið en biðu niðurlægjandi ósigur. Tyrkir skutu látlaust af fallbyssum í strandvirkjunum og Tundurduflin reyndust Bretum skæðurófur. 3 herskipum var sökkt, 3 til viðbótar urðu nánast ónýtt þótt þau héldust á floti og önnur 3 óvígfær. Þessar hrakfarir vöktu að vonum hörð viðbrögð í Bretlandi og nú höfðu herrarnir í herráðinu fengið nóg. Þeir tóku ekki lengur mark á stórkallalegum yfirlýsingum og bjartsýnisrausi Churchills að flotinn gæti brotið Tyrkja á bakhald. Þeir vildu hins vegar ekki viðurkenna að herförin til Hellusunds hefði verið mistök og ákváðu að senda fótgönguliða á vettvang. Þeir áttu að hertaka og gera tyrknesku strandvirkin ófær að hindra siglingu breskra herskipa sundið og allt til Konstantínópel. John de Roebuck, herforingja, og Ian Hamilton, hershöfðingja, þeirra gamla vini Churchills úr stríðinu í Suður-Afríku, var falið að stjórna landgöngunni í sameiningu. Ég ætla nú ekki að lesa lengra þetta en innrásin á Gallipoli-skaga sem hófst 25. apríl 1915 var engu minni sneypuför heldur en tilraunir Churchills til að láta flotann brjóta sér leið og þegar á allt er litið þá varð þessi herför til Hellusunds eitthvað mesta feigðarflan Breta í öllu stríðinu. Hins vegar, og nú kem ég að því sem einmitt Guðni var að tala áðan, með öll þessi ef, að hugmyndin virtist rögg að breski flotinn átti að ráða við miðalda virki á strönd Hellusunds og nú getum við velt okkur því fyrir okkur hefði flotinn, ef flotinn hefði komist til Konstantínópel, Tyrkir gefist upp, Búlgarir og Rúmenar gengi í lið við Breta og Frakka, sótt að Þjóðverjum úr austri, hefði þá til dæmis orðið nokkuð bylting í Rússlandi.